too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Artwork. Artwork leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga eða fyrirtæki, stór sem smá. Allt sveigjanlegar lausnir og þjónustu Artwork á artwork.is. Illa sviknu hlustendur, þetta hlaðvarpið tveir á toppnum. Þáttur hashtag 143, ætti sennilega að vera 145 ef allt væri eðlilegt, en gott að sjá þáttu minn. Sömuleiðis. Heyrðu, þú fórst í frí. Já, maður rétt breiður sér á bæ og þá hrýnur allt í grunna hér. Já. En ákveðum framföra að þetta hafði ekkert með heilsu mín að gera. Einmitt. Ég fór ekki í hjartastopp. Nei, eins og síðast þegar það var svona hliðhjókur. Já. Þá var ég mjög drúgur. Það var svona alveg ástæða. Já, mjög legit. Akkur var ég ekki bara með þætta með hann? Þú varst að fá hjartastopp. Þú varst einhverstar. Var ég einhverstar? Já, ég ætlaði að taka þetta á kassan þegar þú varst að bregða þér af bæ. Jésus, almáttur. Er ég alltaf í útlöndum? Er það niðurstaðan? Nei, oftar en ég. Já. Nei, og þá bara svo, því ég náttúrulega nýbyrjar að vinna þarna með þér á Vísi, þá var ég bara þreyttur. Já, vant við látin. Já, ég bara alveg þreyttur, Ég hef ekki bara tankurinn tómur, þegar degi hallar, en svo, bara komu páskar, gestir, boðaðir gestir og bókaðir, létu svo hverfa. Einmitt, það var svolítið það sem að gerist, ekki? Það var eiginlega það sem gerist, En þú ert ekki að fara name and shame, samt? Nei, ég, náttúrulega, Það voru vant að fá gestir líklega við verðum að fara nefnum shame hérna sem kom ekki. Hvað heitir það? Þjóðmál á þetta eða hvað? Já. Það bara vil ekki koma inn að tala við mig. Taka spursmál. Harry Húle. Hvað er þetta? Bara vil ekki koma að tala við okkur. Það er vandamáli. Nei, eins og þegar ég var nálega að missa móðin hann upp á Vísi einhvern daginn, þá var nú einn okkar vaskasti gestur og svona grimmasti talandi haus, Birgir Olgeirsson. Já. Situr nú á næsta borði, hann ætlaði nú að hlaupiskarið. Nei, keira þetta áfram, Jú, hlaupiskarið fyrir þig. Það er bara, já. Já, nei, keira mig áfram, Einn daginn þurfum við bara að búa þannig hnútana, Tóti, að þú veist, það verði bara einhver með þátt. Ég vil þú sé ekki ég og þú. Já. Menga það ekki sens, það? Já, það er. Þú veist, það er alltaf að vera annarkur því eða þú. Já, þetta er svona skemmtilegt frávik, en brandið er náttúrulega, þú veist, við erum þessi tveir. Já, við erum brandir. Já. En svo þurfti ég að skreppa frá og þegar ég skilaði mér í hús með podcastgræðina í svörtu ferðartöskunni, þá var bara þurfti Biggi að bregða sig frá, hann farinn. Eiginlega bara, ok, fuck it, þetta er ekki að ganga, Ok, þannig að við endum á að name and shame. Já, þetta er ekki name and shame, Þegar ég byrjaði náttúrulega að segja, að Biggi var að halda skútunni on course, Einmitt. Þannig er nefnilega málum vexti í gerðlustundur að ég fór til Tyrklands. En þó ekki hárigræslu, eins og svo margir aðrir. Nei, enda þarftu þess ekki ennþá. Nei, ekki alveg. Ég fór samt í eitthvað svona páskafrí til Istanbul. Og kíkti þetta meðal annars á rústir Tróju. Sem er einhver gömul grísk borg sem, vill svo til að... Trój? Já, Trój, já. Það sem var Brad Pitt og Hvanna voru. Einmitt, sem verður núna í Ótisef skviðu. Hans Nólan. Kristofur Nólan. Ég bara sá þetta allt saman. Já, ok, nema sennilega verður Trój ekki í Nólan-myndin, hún er í aftermath, Einmitt, það er Iljónskviða og Ódysseifskviða, Já, en mér líður samt eins og ég hafi séð eitthvað aðeins í trailerunum, aðeins það sem þeir eru svona í hestinu, það verður að stinga spjóti upp og þeir eru svona varist grikki og gjafirna sem þeir koma færandi hendi með. Þetta var alltaf hugmynd Ódysseifs þannig að kannski byrja myndin þar. Einmitt, það var svo nett að vera hann þegar maður gæti sé svona rústir gömlu hafnarinnar og svona gömul svona leikhús og svona dæmi og það var bara allt eftir, skilur þú veist, þetta bara ennþá allar þú veist, þetta er einhverja 8 borgir, þú veist, Trója 1 til Trója 8 og það er líklega þessi Trója sem er alltaf að tala um þessi hestur hafi komið inn og það er líklega Trója 7B það voru með svona það er einhver ummerkið þar að það hafi eitthvað komið fyrir borginna það hafi verið barist það hafi verið barist ok, mjög gott þannig að þú ert alveg bara fullur og uppliftur af menningu en fyrst að skýta veður já, það er nefnilega einmitt það sem að ég læt kannski fylgja með ég er hérna alveg náfölur ég fekk, það var gott við fyrstu 2 dagana
svo gott við síðasta daginn, annars var hellidemba allan tíma en Istanbul komur á orð, ég veit ekki alveg ég bjóst ekki, eða þú veist ég var ekkert eitthvað neikvæður en þú veist hvað ég held þetta er svona stórborg skilur það sem er kannski mikið ári eða þú veist eitthvað svo leið sko en þetta er bara frábær staður mjög mikið land og svo fór ég Tyrknesk bað það var svona risastór tröllkall sem mann handlaði mig bara og bara hann bleikti mig með vatni og sápaði mig allan á svona í svona risastóri hvelfingu þetta var eiginlega lýgilegt sko. og svo var hann að nutta mig og þú veist hann hefði getað hakað mig í spaði ef hann hefði viljað sko. hann fór mjög mjúkum höndum mig sko. Já, svo hefur maður hérti einhverjar góðsagnir að kaffi þarna sé geggjað og... Tyrkneska kaffið, ég mikill aðdæmandi sko. þetta basically bara svona þú veist, sjóðu þetta í svona potti sko. svo farið þetta, það tekur svona tíma að gera þetta reynda samt þegar þú veist, við vorum alltaf mörg báðum þetta Okay. Þetta var, ég var mikill aðdandi og mér langar mikið til þess að horfa á Troy og mér langar mikið til að horfa á 300 líka Já, það er nú hægt að horfa á hana reglulega Eða það ekki, það er komin svolítið síðan Troy var alveg fín fyrir sín hatt sko. en hitt er bara Spartacus Spartacus, Leonidas og Gerard Butler flexa En það er augljóst Tóti að ef ég er ekki á landinu þá hreinur allt Já, þú ert þetta sem svo kallar kjölfesta Já, ég er þessi kjölfesta einmitt En talandu Troy, ég fór með Böð Gellu í Háskólabíó og Troy á sín tíma Já, á sín tíma og ég held að vera sem að þú hefur búið Gellu núna Nei, þetta var þegar hún kom í bíó og svo kemur alltaf þessu að villisingarnir í Troy draga hestinn inn og þá hvíslaði stúlkan að mér heldur að þeir séu inn í hestinum Í gríni, Nei Ekki í gríni Ok, var þetta þá bara 1-1? Já, þetta var bara 1-1 eftir þetta Já, aftur nú að drefa meira Heyrðu, en við Biggi Olgers, við ætlum sko að vera 31. mars að taka upp þátt 143 það gerst ekki Nei. og ég er alveg með glósunum mín sko þegar þá var upp á dag 3 ár frá dauða Fréttablaðsins Pældu í þessu Það er alveg synd að þú hafur ekki verið að við hefum ekki tekið góðan málfund minningarstund Þurfum ekki að bjóða einhvern gömlum að Fréttablaðinu bjóða Garðari Erni eða eitthvað Já Er það ekki? Jú. Ég held að þetta er frábær hugmynd Já, hann hefur gaman að tala Shining Já, Shining Einmitt Heyrðu, þannig að sko síðasti þáttur var hann droppaði 19. mars og var galið sko kjarnin í honum var Óskarinn 2026 mér finnst eins og það sé bara einhverjum mánuður síðan Já, það er líklega einhver mánuður sko síðan þá er ég búin að fara í bíó ég er búin að sjá myndin sem allir að tala sem að allir voru að tala líklega hættir að tala núna er allir að tala Super Mario eða ekki núna er komin Super Mario myndin það er bara einhver vinnslæsta mynd í heimi fyrsta myndi var geggjuð að þeirri mynd ég er mjög mikil aðtönd Super Mario töluleikjana núna er Super Mario Galaxy þú veist ég trúi ekki öðrun að það sé bara fáránlega skemmtilega mynd litlu frænku mín hafa búin að sjá hana sko Mario og Luigi hvað þeir fóruð í game en fyrsta mynd er það bara síðasta mynd þetta Chris Pratt er að tala fyrir fyrst og eina svo var hann líka þessi leikna mynd sem kom út þegar ég var lítill með Bob Hoskins og John Leguizamo það var bíómynd sko Dennis Hopper leik Koppatroppa það ekki fyrir pásar ræðileg mynd sko alveg skelluleg en Mario Gussi minn er svolítið hann alltaf hefur ekkert spilað en Mario er eitt eins og þekkert allir og sko það einasta mannspann bara einhvern veginn veit allt Mario og Luigi og að það er að hoppa á skjaldbökum og grípa sveppi og allt þetta sko og hann ég er búin að sína hún trailerinn hann er mjög spenntur, ég er svo vissum að fara í bíó helgina að sjá Mario Galaxy því líka veislan, er þetta sérþáttur eða? Við skulum bara kíkja á hana fyrst hún er ekki að skora mjög hátt í rotten sko en það gerir hinn ekki heldur en þetta er skemmtilegt Mér finnst það mjög skytað mér fannst fyrri ótrúlega vel hefnið þetta er kannski bara einhverjir fordómar sko ég skil ekki akkur þú veist maður myndi ekki bara gefa henni bara fullt hússtiga í rauninni sko en hún er alltaf bara að gera það ótrúlega gott og hún er sko þetta er stærsti hittari ársins hinga til stærri heldur Project Hail Mary hún fór upp bara, Mario bara tók eitt sveppastökk bara yfir Project Hail Mary og ég sá nú haft eftir einhverjum mógúl hérna í Hollywood að bara börn elska að fara í bíó og það er bara svona fjölskyldum miðað myndir eru bara
dragavagnin sko. Þetta er nú eitthvað sem við höfum alveg rætt áður sko. Einmitt. Og þá sérstaklega þetta líka tölvuleikja tengt sko. Tölvuleikja myndir einhvern veginn að slá í gegn. Já. Minecraft í fyrra, Super Mario, Super Mario einhvern alveg sama hvað eru vitleysar sko, það er samt einhvern veginn. Þetta er fín þróun sko. Já, það er bara fínt að fólk sé að fara í bíó og að gera líka. En náðurðu að sjá Project Hail Mary? Já. Wow. Ég fór sérstaklega á hana bara með látum hérna. Til þess að tala um hana við Bigga? Til þess að tala um hana, við Bigga, væntanlega, já. Ok. Og hérna, það er náttúrulega, sko, saga segja frá því, ég fór bara á vefinn að kaupa með miða og tímasetningin og Laugarásbíó hendaði mig best. Og svo opnaði ég þetta, þú veist, það er svona mynd af öllum stólunum, sko, maður á að velja sér sæti. Og ég bara var... þetta fara að vera svona harmsaga? Já, næstu, ég var svo ánæður, ég bara býttu, vá, hvað er tjöfullega fólk vitlistur að kaupa sér sæti fram, allt listarna fyrir aftan. Þannig að ég valdi mér sæti beint fyrir aftan það sem ég held að vera luxussætin efst. A tale as old as time. Nei, er það? Ég hef aldrei lent í það. Mér finnst, ég hef einu sinni lent í þessu. Já, svo ekki hjá Hrafnistu og arka hana í bíó, þetta var þriðjudag frekar mjög það. Það var bara biðröð. Þú veist, þá biðröð út úr bíóinu og bara, þú veist, út. Það var mikið af fólki hana. Og eitthvað gestalista mambo í gangi, ég tók náttúrulega því en voru celeb? Nei, það var ekki þannig nema svo fer ég bara inn í salin og fer að leita að röðinu mín og sætinu bara what the fuck bara, næst fremsta bekk þóraðinn, geggjað. Var þetta stóri salin í Laugarásbíó? Já. Og þetta var bara rifjast upp fyrir mér, þetta var náttúrulega þegar ég fór á Seven og þetta djúvillar ógeðslega geggja þeirra Seven kom í bíó, sturlað góð mynd sko. Fekk aldrei að sjá hana í bíó. Nei. En hefur séð hana, sant? Já. What's in the box? Já. What's in the box? Þá voru ekki þetta að kaupa með á netinu, þannig að við Anna bara drífum okkur að Fóru bara. Hvað varst að fara, manstu hvað varstu stóti fyrir tíma netsins? Hvað var fólk að fara miklu fyrr í bíó? Skilju, þegar sýningi var klokkan 8 hvenær varstu mættur í salin? Þegar bara back in the good old days þá var mér að maður var komin svona 10 mínútum fyrir sko. 10 mínútur fyrir sko, en núna maður farin með að koma korter yfir til að losna við auglýsingarnar og trailerina sko. Nema þá, þú veist, Seven, bara þá voru bara allir að fara á Seven og þá enduðu við á fremsta bekk og ég var, þú veist, með hálsrík sko, þú veist, þetta halla mér aftur til þess að horfa á Seven og Breiðholti, það var ekki gott. Það er frábær mynd. Svona var þetta í gamla dag. Það var Basic Instinct kom. Þú veist, við gerum 3 atrinur að komast á hann í bíó og það var alltaf uppselt. Það var bara... Já, ég man, þegar ég var úlingur og fór að Die Hard 4. Já. Þá frábær mynd. Já. Þá lentum við mitt í þessu í mjóttinni. Já. Við félagarnir. Við þurftum að sitja neðst. Já. Það var erfitt, sko. Já. Þetta er ákveðin mannréttinda brot þurfa að setja svona neðst. Já. En allavega... Þeir eru farnir að setja þessa luxustóla það neðst. Það er svona allt í svona lazy boy, getur svona leið. En þú ert samt alltaf að horfa hægri, horfa vinstri með heyrðu þeir kippin í hálsinum þegar ég gerði þessa stöðu. Þetta er ekki náttúrulega stað. En þetta samt breytti því ekki að mér fannst bara Hail Mary, Project Hail Mary bara frábær. Já. Þú ræðan í einhverjum detailum það? Þurfum við að Höskuldar viðvara? Nei, ekki allir að sjá hana þurfum ekki að fara að úttala okkur flotti. Nei, við skulum bara einmitt höldum þessu spoilerlausu hinga til. Já, hvernig það er náttúrulega við hljótum að segja að þetta er mann sem að vakna út í geimi. Nei, sko að því að það var náttúrulega bæðið þú varst búin að vara með við lengdinni sko, ekki alveg næstu því 3 tímar eða hvað. Eitthvað leys, það ekki? 2:40 eitthvað. Ég er alltaf svo stressaður sko, ég bara, mér finnst ég ekki hafa aflögu 3 klukkutíma, en ég var búin að tjúna mig upp í eitthvað kvíða sko. En þá var Birgir Olgeirsson, sem kom ekki til þess að ræða þessa mynd, búin að segja mér að hann hefði ekkert fundið fyrir lengdinni. Og ég fann ekkert fyrir lengdinni. Þú fannst ekkert fyrir lengdinni? Nei, og mér fannst það bara óbúslega skemmtilega, en svo þegar ég held að ég komið svo mánuð sem ég sá hana. Já, örugglega. Það er kannski aðeins minna. Og svo þegar ég kom í vinnuna daginn eftir og ræði þetta við Big Olga, þá var hann búin að skipta mig, nú mátt stytta nær, nú mátt klippa þetta hálftíma Þannig að hann skipta skoðun? Nei, þannig allavega, jú, auðvitað hefði verið hægt að eittan eitthvað, svo skilst mér nú að þessi leikstjórar þetta dúo hafi nú verið búin að gera útgáfu sem tæpi 4.
Já, ok. Og þeim hafi svo verið svona gerð grein fyrir því að vinum og kunningum að allt sem að þeim finnst æðislegt væri kannski ekki æðislegt og mætti fjúka sko. Einmitt, þetta náttúrulega sömu mennirnir og gerðu til dæmis Lego Movie, 21 Jump Street, 22 Jump Street og eru á bakvið Into the Spider-Verse Han Solo áttu að gera nema þeir voru reknið það þeim fannst það eitthvað létt þarna á Disney hún hefur glæður skemmtlegri svo mynd geggjaði metna en þá var þeir reknir og Ron Howard hinnum steríla kipti inn og þeir eru þekktir fyrir svona léttleika okkar maður Magnús Jónsson Pálsson talaði að þessi millennial humor væri þreytandi í myndinni ef ég mann það rétt, var það ekki þannig í gagninu sem að norða þetta? Bara því að ég er náttúrulega bara antitesan við millennial sko, svo leitt Gen X en mér fannst ekki bara kannski 2-3 djókar eitthvað fara framhjá sko ég kannski verið svona ógeðslega ég er alltaf sökkir eins og veist fyrir svona þessu Marvel quips og þessu dóti sko hvernig þessum bröndurum að því að mér er svo gaman að þetta er náttúrulega mjög þungt mál þannig heimurinn fyrir þau sem ekki sé sem mynd þá heimurinn bara þarna að enda einhvern veginn að þegar það er eitthvað efni sem er að hlaða sér utan á sólina einhverjar askrinir, einhverjar örverur sem að þetta er geðveikt koncept og það er örstuð síðan að maðurinn sem skrifaði þessa bók 2020 eða 2021 sami gæði skrifaði The Martian þessi gæði hann er bara einhver svona gullnáma hann er greinlega náttúrulega maður sko hann heitir það Andy Weir er það ekki ógeðslega svona alltaf frjór í hugsun sko mjög svona frumlegur í sci-fi-inu þetta að það var mjög heillar því hvað þetta var allt einhvern veginn svona flott og allt svo sannfærandi og satt hann bara já þetta var mér finnst líka bara skemmtilegt þetta take að samskipti við aðrar lífverur geimverur ekki endilega neikvæð skilur þú veist að mér finnst það take rólega þreytt og mér finnst það einhver leiti eins og þessi mynd hún er að koma þú veist þetta er náttúrulega ef maður vill túlkana þannig, þá getur maður túlkana þannig hún sé hlaðin ádeilu á það sem er í gangi í samfélaginu í dag sem við erum að reisa, frekar landamæri einhvern veginn í kringum alla þjóðir og við erum rosalega hræddið það óþekkta þetta er ákveðin svona statement þetta er svona jákvæðni statement, mér finnst það svolítið skemmtilegt þessa mynd, ef maður alveg fer í þessa dýft í að túlkana þannig og svo líka náttúrulega þessi vinkil sem náttúrulega var í Independence Day og er alltaf sko að það alltaf sko getur hægt að þjappa þessu úldna mannkyni saman sko þegar ógnin kemur að utan sko þá getur lagt til sko húðlit og trúabröð og uppruna til hliðara því að þá er þetta þá erum við alltaf orðin við en af því að einmitt þú varst að tala sko lengdina þá rifjast þau fyrir mér að ég upplega hana smá stundum eins og þetta var Return of the King sko mér stundum eins og hún gæti var ekki enda það böggaði mig á einhverjum tímum það voru náttúrulega ekki 3 endar þarna maður var alveg svolítið svona viltu ekki hleypa mér upp hérna núna lóð mér að standa ég sagði ok, þetta er fínt hún ætlar að enda bara hádramatíst og sorglegt nei, heyrðu, eigum inni kannski happy ending líka nei, og hvað, meira einmitt en þetta var bara óbúslega flott kvikmyndatakan og allt það þetta er líka þegar þessi gæjar voru bak við Spider-Man-myndinar teiknumyndinar, Into the Spider-Verse sem eru rosalega flottar og skemmtilega teiknaðar og góðir sögurþráður þannig að það var alveg, já, svo líka þetta hitta geimurur og samskiptunir ekki endilega á slæmunótunum svo persónu líka er frábær Rocky, svona hittari og það er strax byrjað, náttúrulega Amazon er að mala gull núna á því að selja svona Rocky brúður hann er orðinn dót hann er orðinn dót og bara og það kemur ekkert óvart þetta er eiginlega frábær karakter einhver pæling á mjög dramatísku mómenti þar sem er sko einhvern veginn allt undir ég er ekkert enda að fara að spilla en það er einhvern veginn allt undir þú veist það hefði mátt sko einhverju hefði sagt sko ég byggi tölum þetta hefði mátt ganga ennþá lengra í því andriði sko það er eitt andriða sem er í rosalega lífsættu og það er bara útlitt fyrir að sé alltaf fara að versta veg en svo svona bergast það skilur þú veist ef það hefði verið þú veist ég hugsa að mér hefði mögulega þótt myndi betri ef allt bara hefði farið að versta veg sko þá hefði ég orðið svolítið svona wow skilur þú veist þá en það er náttúrulega þungt og erfitt og þau vilja heldur ekki þú veist, þau vilja líka bara fá fólk á hana sko, myndina og það er eitthvað svona jákvæðar undirtótt nýjunni sem ég fíla það var svona, hún er alveg sko, hún er náttúrulega fyndin og hún er dramatísk og hún er
alvarleg og spennandi og en það alltaf eitthvað svona þessi feel good taug sem einhvern veginn helst bara alveg eiginlega út í gegn. Fílaðar hana, þú veist, varstu alveg bara seldur á því? Ég bara held að maður þurfa bara á því að halda sko, að það sé stundum eitthvað jákvætt maður geti hort á eitthvað og bara líði vel. Já, einmitt. Ein pæling sem ég hugsaði. Ein pæling. Ein pæling. Við að horfa á myndina. Ryan Gosling. Frábær leikari og ég myndi aldrei tala illa um hann. I love him. En ég hugsaði smá af því að mér hans persónu sköpun bak við aðal persónuna. Hann hafði eiginlega ekkert, hann hafði varla nokkra baksögu, hann átti enga foreldra einhvern veginn. Hann var tengslalaus einhvern veginn í samfélagi. Já, sem mjög skrítið. Ok, allt í lagi, en svo var hann svo að þó bara töðunar mér að persónan væri fáránlega sjúklega myndarleg Ryan Gosling en ætti samt að vera algjörlega einhvern veginn bara að kenna einhverjum börnum og algjörlega halda sig út af fyrir sig. Mér finnst það ekki, þú veist, þetta algjör svona nitpick, ég veit að þetta skiptir engu máli en þetta fóð samt í töðunar á mér að ég var að horfa á myndinni, ég hugsaði svona þú veist, þetta ætti bara að vera hérna, þú veist, Seth Rogen eða eitthvað, einhver svona aðeins venjulegri sem að leika þennan karakter, bara út af því þú veist það meikir ekki sens að bara einhver myndarlegasti maður í heimi sé líka þessi bara vísindamaður sem algjörlega heldur þú sé ekki til einhver myndarleg introvert sem að þú veist, bara eitthvað eitt ástarsamband hjónaband fyrir klessu, hann bara implótar bara einhvern veginn. Jú, það enda líka alveg og mér fannst þetta alveg allt ganga líka því að hann stimplar sig út úr fræðasamfélaginu eðlisfræðinni, hann skrifar einhverja weird ritgerð og með eitthvað bjánalegar kenningar og drullar yfir alla sko. Hann eiginlega cancelled sko í háskólanum. Hver ára þú kenningina? Ég man það ekki alveg. Hann var 3 vikur sem ég sá sem þetta. Að líf þurfi ekki þyrfti ekki vatn. Þyrfti ekki vatn sko. Alveg rétt. Og nei, svo bara, þú veist, bara eru menn alls konar sko. Dotti, strákur minn, hann með masterskráði í stærðfræðin, hann að kenna í menntaskóla í Danmörku, því hann nennir ekki að vinna í tölvubransanum eitthvað. Og fárlega myndalegur. Já, líkur pappa sínum. Nei, en svo bara, þú veist, ég náttúrulega bara, ég hef aldrei kannski upplefðið mig sem eitthvað tím Ryan Gosling, en mér finnst hann eiginlega bara alltaf frábær. Mér finnst hann bara, ég hef bara unnað að horfa á hann. Mér finnst hann vera, það eitthvað í gangi á hann. Þú veist, let him cook, myndu krakkarnir segja hann, sko, af því að hann vilst bara alltaf velja rétt, bara réttu verkefnin. Hann var orðaður daginn við eitthvað verkefni, eitthvað mynd. Hann ákom í Star Wars mynd. Já, hann ákom í Star Wars mynd. Það náttúrulega bara hjút. Og veistu hvað ég hugsa þar? Nei. Það starra fyrir Star Wars að Ryan Gosling sé að fara í Star Wars. Heldur hann að Star Wars, þú skilur. Það betra fyrir Star Wars. Heldur hann að það fyrir Ryan Gosling. Og það náttúrulega hjút. Já, og svo þetta líka, en sko, persónan skemmtileg, sko. Ég náttúrulega demdi mér í að hlusta á hljóðbókina. Áður en ég að byrja að hlusta áður en ég fór á myndina. Ég ekki búið með hana, þetta rosalega skemmtileg saga, ábúslega bara velskrif og þetta mjög skemmtilega gaur. Hann ennþá skemmtilegri held ég í bókinni heldur en í myndinni sko. Já, ok. Já, þú búin að hlusta á hljóðbókina? Já, ég svona hálnaður sko og hljóðbókin 15-16 tímar og ég svona tók eftir í að ég held að fyrstu 2,5 tímin í bókinni var afgreitt á svona 4 mínútum í myndinni sko þannig að þetta rosalega þétt og góð aðlögun held ég heldur að við tekið svona the best bits og svo hafa þeir bætt svona breytt og bætt og mér heyrist nú svona almennt þá þykir nú öllum þær breytingar að vera til góða sko. Það var ekkert svona Earth Simulation í bókinni þú veist hann gæti ekki ímyndið sér að hann sæti á strönd í einhverju þrívít og neitt svoleiði sko. Nei. Og já, Ryan Gosling geggjaður og svo náttúrulega þessi Rocky, þessi geimvera. Þetta er bara algjörlega þetta er bara klett, þetta er bara klumpur, þetta er bara grjóðklumpur, andlitslaus. Já. Ótrúlega mikill karakter. Bara klapp fyrir þeim sem að stjórnuðu þessari fígúru sko. Galið vel gert. Já, og svo líka einmitt, við höfum alltaf komað sem með samskipti við geimverur, þetta er ekki á slæmanótum. En þessi geimvera líka mætir ekkert bara, þú veist, full menntuð í ensku. Það er bara meiri þetta samskiptaörleikar og það er að nota tákmál og myndir og svona. Og það nú það sem að byggja við okkar þóttu nú með að klippa eins af þegar þeir eru að læra að tala saman, sko.
og svona fyrst þú segir bara, nei og þetta að vera alveg svo homatnir hérna í Heated Rivalin og ég bara horfa núna á bara einhver SMS ganga á milli einhver að gauðra alveg en ég leitist ekkert ég veist þetta meira spennandi heldur en grúmið hjá hockey-strákunum sko íshockey gæðanum Ok, hvað heldur að Dóri myndi segja við því? Ég veit ekki, hún svo skilur sig og hún skilur alltaf viðhorf okkar fílubúkana Já, einmitt, hún fyrirgefur ykkur Já Nei, þetta var frábæmynd og ég man að bara maður var mjög svona, hvað segir maður á þess að vera, þetta er ekki kynferðislegt fullnaður. Já, þetta var gott bíó og maður var glaður og var svona bara ég fór á hann á laugardegi einmitt og maður var alveg bara svona þetta var góð nýting á laugardagskvöldi og þetta líka glatti mig þegar mannstu fyrir cirka mánuð þegar ég var bara við að farast bara úr síðu vetra Skilja, það var einhvern veginn, mér fannst ekkert í gangi það var ekkert í bíó, það var ekkert í sjónvarpinu núna er maður bara gjössanlega drukna bara allt besta sjónvarp efni allar tíma, ég held að fyrsti þátturinn á Boys hafi verið að droppa í dag er það ekki? Jú, heldur fyrstu 2 stoppaði svona það skemmtu þá Holy shit klárum þetta Holy shit Nei, svo náttúrulega, þú veist, þetta er semst hann er sendur í leiðangur til þess að reyna að finna lausn á þessum vanda, hvernig á að losna við þessar örpöttur sem eru að éta upp sólun okkar og hann er komin eitthvað skriljón, hann er komin út úr okkar sólkerfi og bara út úr okkar bara stjörnuþóku eða ekki, hann er komin ógeðslega langt í burt Já, sem var samt einmitt ótrúlega að finna að þeir gáttu nota þetta myrka efni það olli einhvern rosalegum stökkbreyting við tækni Já, var rosalega gott eldsneyti Já, maður svona hefði, þú veist, í raunveruleikanum hefði ekki bara einhvern veginn mannginn eitthvað nota það til þess að aðlaga sig eða þú veist, einhverja elítur hefðu notað þetta til þess að svona tryggja sér geðveitt líf á meðan að það er alltaf sortnað, þú veist, myrkvast og ég skilur hvað við Já, en það er svo sko þegar Þetta er neikvæði nonninu sko helming heimsbyggðurinn að fyrir að svelta og allt þetta og þú ert ekki með einhvern Thanosar þumal sko, þá endar þetta alltaf bara í Mad Max sko, það er engin öruggur sko, hinn svangi, hann gerir allt til þess að fá að éta og fæða fjölskylduna Já, þannig að ef þú myndir skrifa svona sci-fi mynd þá er þú miklu líklegri til að skrifa Mad Max heldur en Project Hail Mary Já, sennilega Já, örugglega Nei, en það sem ég ætla að segja með þetta game flakk hvað ætla ég að segja með það Já, ég var svo fegin þegar hann fór að róta í farangri og fann svona 3 svona eins og æðavökvapoka af vodka og ég svo bara, Jesus, eins gott að ykkur hefði vitað að pakka áfengi kom allir upp mér, svo bara holy shit, en þeir eru búið með þessa poka bara, ég ætlaði búin að vera edrú í 6 ára bara, ég hafi kalt svitnaði til svona vera bara eitthvað miljón ljósár frá bara næsta áfengisúpa þetta var alveg bara en hvað fannst þér og nú er kannski bara höfst, spoiler Já, við höfum aldrei verið feimnir við spoiler Nei, farið bara lengi farið bara áfram 2 mínútur og við tölum þetta bara örsnögt á meðan það dæmi að hann hafi ekki vilja fara hafa verið neyddur hvað fannst þér það? Hvernig fannst þér það gert? Mér fannst náttúrulega lausnin á því mjög góð þannig að því hann fór aldrei hann bara rænt basically ég skildi hann bara mjög vel veist, jafnvel þó þín býði bara einhver viðbjóður og á jörunni menn það er ekkert allir að vilja stökka á þetta og er einhverja hetjur upp á von og óum hvort þetta takist sko. það var líka gólína var þetta ekki kínverji sem átti að vera kaftinnin á genskipinu og Ryan Gosling segja, já, ég vildi að ég hefði nú þetta hugrekkiskén sem þið eru með já, þetta hefur ekkert með eitthvað gen að gera þetta er spurningum að finna eitthvað sem voru tilbúin til að deyja fyrir og ég eiginlega kaus að túlka þannig að hann var að fara ef hann hefði farið sjálfur þá var hann verið að fara alltaf að deyja fyrir bekkin sinn sko, krakkarna sem hann var að kenna ymsi flettir á þessu sko fallur endir það sem hann er að kenna fullt af steinakrökkum já, hann ger ekki mikla kröfur til lífsins þegar upp á staði sko bara að fá að messi yfir einhverjum óþekkum krakkarskríð þetta er eini veikleiki finnst mér í þessari mynd hvað þessi gæi er eitthvað það er engin bakgrunn skilur við, rosalega svona Harry Potter karakter bara svona það er ekkert hann hefur engan
Það var líka til þess að þessi ljóngrimma austurþýska Angela Merkel sem að stjórnaði björgunaraðgerðum jarðarbúa sagði, heyri, sko, þú átt ekki börn, þú átt ekki fjölskyldu, sko, þú átt ekki einu svona hund, getur ekki drullaður út í geim. Einmitt, nákvæmlega, sko. Já, þannig að, hvað, þú veist, ef þú væri að gefa þessu 1 upp í 5 stjörnur, hvað myndir þú gefa þessu? Já, þetta er alveg 4,5 vel ég, 4. 4,5? Já, 4. Ég get voru lítið fundið aðeins, en þetta getur maður alltaf einhvern veginn tala sinna og eitthvað, það mátt vera öðruvísi eða betra, en þetta var bara gott bíó. Já, nei, og bara kvikmynda árið er loksins hafið, segi ég bara. Þú veist, loksins, þú veist, og núna bara, þú veist, Super Mario, ég get alveg, þú veist, kett með á hana, á ensku kannski. Þú veist, þannig að ég er ánægður með þetta og svo náttúrulega er að koma, ég ætla bara að lýsa yfir núna, kæru hlustendur, að vorið er komið. Það kemur ekki meiri snjór. Allan ekki Reykjavík. Það mun ekki snjó aftur. Þið heyrðu það fyrst hér. Þú rukka með mynda eftir viku, Tóti, ef þetta hefur ekki brugðist ef hefur brugðist. Þannig að við hefum bara að fara að taka nagladekkin undan og beint af með nagladekkin. Það er ekki verið að nagla. Tóti, er þetta með nagladekka? Hattar í örðina? Sko, það sem ég var að sjá fólk brenna rusl í Tyrklandi. Veistu hvað mikið plasti nota í allt á Tyrklandi? Það er alltaf svona fyrir og hver eftir einust máltíð þá færðu svona handþurrku, blauta handþurrku sem er geðvögt. Tapparnir er ekki fastir á. Og svo er allt líka í rússneskum ferðamönnum í Tyrklandi. Þetta er algjörlega crazy, sko. Kveikjaði svo bara í þessu. Svo kveikjaði bara í þessu, sko. Og það er ekkert flokkað. Veistu hvað flöskurnar fara? Beint í rusli. Veistu hvað er mörg rusl? Það er 1 rusl á heimili. Þetta er bara, svo erum við að bakslast með einhver pappastrá, sko. Ég segi svona, ég er nú alveg tím það samt. En það var gaman að prófa okkur nýtt. Já, frábært. Heyrðu, já, ok, Ef að tala um sjónvarsfenið. Þetta er fen, Tóti. Ég er að rukna úr sjónvarsfeni og ég er ekki eins og byrjaður. Nei, þú ert á eftir, þú ert búin að vera í útlöndum. En ég er búin að vera helst í einu þætti sem ég ætla að tala um. Já, kýttu. Já. Það er bara að koma með smá reynslusögu. Ok. Manstu eftir ég sagði frá því þegar algoritminn á Facebook ákvað það að ég er með mitt eina ætti að vera með áhugasöfum Comfy Balls nærbuxur. Já. Allt gott að blessa með það. Svo pröfa ég Comfy Balls og ég gengi geður Comfy Balls núna og Comfy Balls þátt og allt það. Heyrðu, nú sko ég var alltaf að sé lengur statusa frá fólki sem ég þekki eða fréttir vegna þess að það rignir yfir mig einhverju ég kalli þetta núvitunda rung. Þetta er eitthvað mindful masturbation for men 7-minute guided sessions, mind control and pleasure, progress you can feel fast og þetta er endalaust og þá sko, dumb ways to make your erections hard, sko. Akkur þetta að fá svona kynlífsdæmi? Þetta er svona, nei, ég skil þetta ekki. Nei, maður náttúrulega algoritminn sem búin að ákveða það að ég er að vera 55 ára og þá sé ég með risvandamál, sko, að því að Já, er þetta eitthvað svoleiðis? Já, og svo einhvern veginn á maður, sko, að læra að fróa sér í einhverju núvitund til þess að verða harður eðlilega. I masturbated myself to impotence then I masturbated myself out of it og þetta er allt eitthvað svona námskeið, sko. Ég get sagt þér það, Tóti, ég er ekki að fá þetta Nei, býttu í 20 ár eitthvað, nei, ég skil ekki Almátur Þetta er eitthvað relatio og eitthvað rhino, alls konar draslega rhino app Most guys figure it out way too late. It's not stress, it's not age. It's one specific thing your body picked up along the way and it's been working against you. Relatio is 10 minutes a day. Most men feel a difference in a few weeks. Take the quiz, see where you're at. Já, ertu að spá í þessu? Nei. Eitthvað sem þú vilt segja okkur, Dóti? Nei, ég er að barma mér. Ég er móðgæður. Já, þú ert móðgæður. Þetta er mjög áhört. Þetta er aðför að minni eitruðu kallmenn, sko, þetta er sko þessi bombaði við mig, sko. Þetta er ótrúlega bara mikið og oft á dag, sko. Sko, það er ofbeldi. En þetta stuðla, þú getur ekki nefnir þetta stuðla, mindful masturbation. Þetta stuðla, þetta er flott. Já, mindful masturbation. Já, ég skildi ekki bara hvað það er ekki að segja þetta svona í íslensku, sko. Það var að vera eitthvað hugleiða nei, ég sé ekki, sko. Nei.
Heyrðu, já, þú mátt þá byrja að rekja sjónvars raunir þínar sko, að því á meðan þú varst að kvart yfir þessum þurrki daginn, þá var ég alveg að drukna. Já, ég skil það ekki sko, að þegar núna allt að fara á flug sko. Já. Fyrstu 2 þættir af The Boys voru komið út í dag. Já. Ég get ekki beðið. Nei. Þetta er svo ofurheitu þætti, við höfum tekið sérþætti Gen V og The Boys með Karni Kjartans. Já. Hvetjum ykkur til að hlusta á það. Marg greint The Boys með manninn sem uppgötaði The Boys. Já, maður sem var fyrstur. Já, það var fyrsti maður til að horfa á þetta. Núna síðasta sinni að koma. Já, nú klárast það. Já, þeir eru að fara að klára þetta verður ekkert eðlilega áhugavert og skemmtilegt. Ég mikill aðdáandi eins og veist. Já. Sko, Empire vinur okkar eru búin að gagnrýna þessa 5. seríu. Það er að segja 6 þætti af 8. Þeir eru búin að sjá grein, þeir eru að fengja að sjá 6 sko. En ég held að þetta komið 2 í gæri það ekki að dag, svo koma aftur 2 og þetta er svona í þessum skömmtum. Já. En þeir segja, gefa þessu 3 stjörnur og segja þó þetta sé eins tímalöst og alltaf, þá sé þetta endgame að taka sér á langan tíma í að púsla saman einhverju final showdown við Homelander. Það er erfitt að lenda. Já. Það er mjög erfitt að lenda. Þeir eru svona að halda sér, þeir fóru náttúrulega yfir strikið eins og Arnar Tómas voru með okkur eða svona voru partin að rembast að vera progressífur og ögrandi sko. Já, hann vil meina þessi svona dottnið smá í Marvel pittin. Já. Þannig að þetta er svona fyrir þau sem ekki vita og aldrei horta á þetta, er þetta svona öðruvísi og hrutið þættir, þetta er á Amazon Prime. Mælum með þessu. Þetta er svolítið svona upprænlega tekið var svolítið svona hvað ef óriðið væri til í alvörunni. Já, og væri náttúrulega bara það mannlegar það væri myndi náttúrulega úbermennskja okkur sko, en ekki að vera eitthvað alltaf að hjálpa aðalpersonan á kærustu og er að kissa hann út á götu, heldur í hendurnar á henni og það hlaupið í gegnum hana. Kemur eitrinn ósýnilegur og flegi ferðus bara hlaupir í gegnum hana, hún deyr hræðilegt. Það sem svolítið setur tóni fyrir þessa seríu. Þetta er mjög skemmtilegt, ég er aðdáandi. En svo eru aðra þættir, við þurfum að vera að tala um þetta sko. Já, býtu samt. Bara að segja Skilubóis að Empire bendir á sko, að það verður rosalega mikið breyst í heiminum frá því að The Boys komu völgar og ofbeldisfullir 2019 aðalega það að heimurinn hefur orðið svo miklu myrkari að það sem var 2019 eitthvað svona social commentary er svona orðið meira bara eins og sko spéspegill af geðveikinni sem að grassirar einmitt, þetta er svolítið það sem er bara einhvern veginn að þessi Homelander sem er svona Superman þú veist, hann er bara með eitthvað svona cult-like following í þáttunum þetta er náttúrulega allt Homelander culti er náttúrulega bara sko, byggt á makanei sem alveg bara já, nema þetta er náttúrulega skrifa miklu fyrr þetta er að rætast sko. þetta er svo fálega að fyndið sko. En hvað viltu segja? Það þurfa sem sagt allir hlustendur að hlusta að horfa á Invincible þú ert að Amazon Prime það svo oft ef ég sagt þetta aðra já, alveg frá því að fyrsta seríu byrjaði en hvað ertu búin að horfa á 4? serían er í gangi núna, 7. þátturinn kom í dag ég á 10 mínútur eftir á honum það eru 8 eftir í seríunni en við skellast ekki þetta er svo gott þú ert búin að horfa á þetta nei. Þú átt svo mikla veislu í vændum þetta er svo fáránlega gott þetta eru teiknimita sem er ógeðslega fyndið en þetta er samt fyrir fullorðna þetta er blóðu, þú veist, ekki lefa krökkunum að horfa á þetta þetta er svo vel skrifað það byggir á einhverju myndasögum sem ég hef ekki lesið og þetta er svo karakterdrifið þetta er svo geðveikt ég ætla ekki að segja neitt meira þetta er geðveikt þú veist, maður er spenntur fyrir hverjum einasta þætti ég man síðasta sjónvarpsefni sem lét mig segja mig líða svona var Game of Thrones sko. Þetta er kannski ekki alveg ég er ekki alveg svona en veist þetta en þú veist, þetta er alveg samt þar sko. Ég myndi, þetta er overhættu þetta en þetta er samt, þú veist, þetta byggir að þetta er ekki Marvel eða þú veist, DC eða neitt þannig þetta er þeirra ein heimur samt líka það hvorki glæpur að þetta sé overhættu þetta er nýja teiknað sko það er allt í og þú sér að, þú veist, Amazon Prime The Boys, þannig þú sér svona, þú veist þetta er fáránlega gott sko ég bara, þú veist, wow ég bara, fólk verður að horfa á þetta sko þú viltu halda áfram að tala um hvað fólk þarf að horfa á þetta allt sem er að hellast yfir þig Daredevil,
Já, Ég er ekki byrjaður. þetta er ekki byrjaður. Nei, þú ert byrjaður. Já, ég held að Reborn, sería 2. Þetta er, já, Daredevil, Á Disney Plus, Born Again. 2, já, og þetta endaði síðast á, fannst mér frekar miklum cliffhanger, það sem var útlit fyrir að það væri bara allar svona ofurheitur sem var náttúrulega ólöglegar að fara að safna saman, en þetta er ekki svona einhvern veginn þannig beint framhald á, því það er ekkert allt í gangi, en ég held að 4 þáttur að við droppaði í gær og ég er ekki búin að horfa á hann, ég er búin að horfa á fyrstu 3 og það er bara, ég setni hlutin í 3 að þetta bara gerist eitthvað magic, sko, það er bara veist, það er Þú veist, pælti ég var með síðu veitra debu fyrir mánuði ef þú hefur bara sagt mér hérna, bara hæru být í mánuð talaði við okkur eftir mánuð 8. apríl þá verður þú bara all hell breaks loose, bara wow þetta er svo geggjaði tíma til að vera á lífi, sko. Já, og þetta er náttúrulega líka sko, alveg náttúrulega grímulaust af því að Daredevil er með grímu, sko. Þetta er náttúrulega sko, þetta er grímulaus árás á Trump og hans íski þessi þættir líka. Já, Kingpin er algjör Trump, bæjarstjóri, borgarstjóri New York og hann er bara tókst, hann er komið með æsgæjar, sko, það er bara svona spiltarlöggur alveg að berja fólk og ræna því og geima það í einhverjum dýflisum og hann er náttúrulega líka svo bara að vera að gera svona er einhver internet dólgur að svona gera grína á honum með einhver svona brúðuleikriti, sko, þetta er náttúrulega svo Trumpa að það er einhverlega líkt, sko, en ég bara þetta er að það verður að gera þetta líka í The Boys og ég held að fleiri þættir maður er alltaf á hnjótum, sko, það er bara entertainment bransin náttúrulega er ekkit sérstaklega hrifin af Trumpan? Nei. En Kingpin er grimmur eins og alltaf maður er samt farin að sjá á honum Vincent að hann er farin að eldast svolítið, hann er svolítið svona hrumur. Já, ég tók eftir því fyrir sér, hann er ekki alveg maður trúir ekki lengur að hann sé þessi risastóri kall, hann er svolítið svona gamall, svona veikur, sko. Já. En Matt Murdock er alveg í stuði og því miður þá verður Frank Castle ekki neitt í þessari seríu, sko. Já, hann verður í Spider-Man myndinni eins og þar. Já. Og svo fær hann sína einn seríu, víst. Já, eitthvað svona one-off, þetta er svona mínisería. Aha, já, ok. Það er bara núna í maí, sko. Já, það er bara núna, droppa. Já. Jesus. Nei, að því að Punisher sko strauk úr þessari æstíflisu í endan á fyrstu seríu, sko, með því líkum tilþrifum að svo fyrir sér hann er batshit crazy í season. Í þessari, svo er hann ekkert. Hann er ekki. Er það ekki pínu skytið það? Jú, ég man ekki, það var einhver leikari sem að sagði að hann er svo upptekinn að leika sér við pödduna að hann gæti ekki verið með, það er Kóngulómaðurinn. Já, Kóngulómaðurinn, já. Einmitt. En hann verður sem sagt, hann kemur fyrst í maí í þessari stutt seríu sinni og svo seinni í sumar í Spider-Man. Já. Brand New Day. Það er mikilvægt sem þetta eftir henni. Já. En svo líka fyrir að Jessica Jones byrtist í lettaranum undir lok þessara seríu. Er hún ekki komin? Hún er ekki búin að sérst ennþá. Wow. Og svo kemur allt held ég bara Luke Cage og... Já, það er væntanlega í næstu, sko, þeir eru byrjar að taka upp. Þetta er svo mikið veisla, sko. Já, þetta er ekki, sko. En svo er náttúrulega bara, sko, Euphoria. Já. 3. sería. Já. Að droppa. Hvað er þetta? Hún er ekki droppuð. Fyrsti þáttur á sunnudaginn. HBO Max. Já. Ég er í endur áhorfi núna á þessu. Já, þetta rifið upp. Þetta er svo gott, sko. Já, ég hef aldrei hort á þetta. Ég horfðu á þetta. Já, ég veit það. Fyrst held ég að... Horfðu á þetta líka, horfðu á þetta með Dóru. Já. Hún mun fíla þetta bótt líka. Fyrst held ég að þetta var, ég væri, sko... Jacob Lordi, þinn maður er hann. Já, Zendaya, mín kona. Zendaya, við þurfum eitthvað að ræða þetta. Er þetta ár Zendaya? Og það fyrra líka, og líka árið þar áður. Er það málið? Er hún ekki alltaf? Það þarf ekki eins og spyrja þig núna, þegar sko við erum að tala um að hún er í Euphoria. Hún er í hún verður náttúrulega í Dune 3 sem kemur út í loka árs. Hún er náttúrulega í Spider-Man. Hún er líka í stórmynd Christopher Nolan Odyssey. Já. Hún er í öllu. Og svo er hún núna bara, þeir voru bara dett í bíó, hún og Chris Pattinson. The Drama. Kemur í bíó á morgun, 9. apríl, 50 dag. Hann heitir ekki Chris Pattinson, hvað heitir hann? Robert Pattinson, já. Og svo mynd er byrjuð, hún fer mjög vel á stað. Hún er á hælunum á Hail Mary og er hún svona vinsælega? Já. Og er hún góð? Veitu það? Veitu hvernig dómandinn er það? En þetta er einhver, þú veist ekkert um þessa mynd. Er þetta ekki einhver
The drama Er þetta eitthvað drama mynda? Jú, ég veit ekki Nei, en svo hef ég svona alveg áttað mig á því að náttúrulega frá því að ég ákvað ég voru á gammallar í Euphoria, þá náttúrulega sko, er þessi þættir búin að geta sér 3 ofurstjörnur Sydney Sweeney, Zendaya og Elordi sko. Já og ég eini viðbót sko Barbie Ferreira já. sem hana einhver risaðleikuna hún var í fyrstu 2, ég held hún verði ekki í 3 reyndar, sem eitthvað dæmi ég veit ekki, ég bara, mér leiðist bara svona, úlingar eða ungstofki í vandræðum sko. Hefur þú séð Kids frá 90-sinu? Nei, það er svona mynd svona líf úlinga og þetta er eina ógeðslegasta mynd sem maður hefur okay, ég er svolítið brendur af Kids sko. Ég held nefnilega hún Euphoria, þetta svolítið hannig af því það var nefnilega einhver sem sagði um daginn bara, nei, ég er ekki búin að sjá Euphoria, ég nenni ekki að horfa svona úlingaðætti og ég hugsaði bara úlingaðætti já, þetta eru víst úlingaðættir því að þú veist, þetta er svo fá aðalpersonan er alltaf bara einhver sick-ass dópisti sko, þannig að þetta er bara svona þú veist, ég myndi ekki flokk þetta beint sem úlingaðætti en þú veist, þetta er úlingaðætti, þetta eru krakkar 16, 17, 18 ára sko en þú veist, þau eru samt svo gufur ruggluði mitt eins og þú segir þú veist, þú ert að vitna í þessa myndarna sko og það var að gera svo ljóti hlutir og eitthvað en bara svona að setja þetta í samhengi sko þá ætlum ég bara að lesa upp fyrir þig sko sjónvarpsáhorfslistan minn sem að ég er með á IMDb svo náttúrulega gleymi ég, var ég ekki búin að taka það fram með í hverjum einast þætti sem ég með þér þá gleymi ég að minnast á eitthvað og mér langar að sjá Harry Hole líka sko ég er mikill Joan Esbø maður ég ætla bara að víkja honum á eftir sko okay. en fyrir utan Boston Blue, Law & Order Special Witness Unit og Law & Order sem eru bara fastiliðir þá er ég hérna með Daredevil Born Again, Memory of a Killer, Heel, Ellis, The Madison, Young Sherlock, Scarpetta, Monarch Legacy, Marshalls, Hijack 2, Paradise, Cross og Joan Esbø's Detective Hole. Þetta er svolítið mikið sko og svo viltu bæta á mig hérna Euphoria og Invincibles og hvað? Þú verður ekki svikinn að ég horfa á þetta sko. Sérstaklega Invincible heila. Ég er að vísa búinn með Cross, ég kláraði Alex Cross á Prime daginn. Ég misti aðeins fókusin og áhugan og athyglinna í nokkra vikur en 3 síðustu þættir, þetta er geggjað. Er það? Mælum með þess að? Já, þetta er hekkur á því. Þetta er svolítið anda rýtsir ekki það? Já, þetta er náttúrulega, þú veist, persónan er náttúrulega svo sem að Morgan Freeman gerði frægan í Kiss the Girls og Along Came a Spider nema þessi er sko ekkert eitthvað gamall kall sko með ráma rödd sko, hann er sem sagt bara ógeðslega vel stælt lagað, þetta er svartir þættir, þú veist, þetta er allt afro-amerikanar eiginlega og gaurinn sem að leikur Cross, hann heitir svo mikið sem Aldis Hodge og þegar hann er að ganga út úr seríu 2 í síðasta þættinum þá er ekki búin að horfa með það er ekki rosalega þetta myndalögur maður myndalegur og þetta er svona hann er ekki svona Michael B. Jordan Chadwick Boseman myndalegur en með svona meiri ættu Idris Elba það er eitthvað svona gravitas. Núna er ég ekki búin að sjá þetta Tóti en ég get lofa því ef þú hefur tíma fyrir Cross þá verður að hafa tíma fyrir Invincible sko. Það er svo gott sko. Það er rugglað gott sko. Þú verður eiginlega að horfa á þetta sko. Þú verður eiginlega bara þú veist, ég veit þú er aldrei átt að The Bear og alls svona þetta og það eiginlega skiptir með eiginlega máli sko. Þú horfir á The Bear einhvern tíðan en Invincible ég held þetta að vera svo right up your alley að þú verður eiginlega ára sko. Ég gleymi náttúrulega bara því að svo koma dauðir punktar sko, þá byrja ég á einhverju eins og einhverju sem ég er með þarna á lista og ég er náttúrulega með þetta staying power og samvinsku sem ég verð alltaf að klára í byrja sko. Ég sit upp með alls konar dót sem ég valla nenni að horfa á. En þá verður að horfa á Invincible sko. Í alveg sko. Þetta er gufurugla gott sko. Gufurugla gott. Já, okay. Er það ekki bara sjónvars fenið við erum alltaf búin að vera ekki segja mig hvað er væntanlegt það er væntanlega svo mikið væntanlegt að maður er að fara að drukna ennþá meira sko. Já, örugglega ég samt er bara svolítið búin að missa held ég fókusin, þetta náttúrulega er svona hápunkturinn alltaf í streyminu og sjónvarpinu, ekki, það er þetta svona... Svo náttúrulega erum við að tala um að Rúrik Gíslason er bara sko eitthvað streymis sko hetja á Netflix það er að lesa allt um það ef einhver hlustandi þekkir Rúrik hann segir um að hafa samband við viljum fá hann í þáttinn en aðeins bara því við erum búin að undanfarið við erum að tala rosalega mikið um þætti á
aðalega Prime og svo náttúrulega Apple og HBO og alltaf rekur Netflix lestina en það ekki kannski alveg hátt skrifaðast ég sko þannig að ég hef búin að taka í tvöfaldri beit sem sagt 2 kvöld tók ég Jón Espers Detective Harry Hole 9 þættir þetta það besta sem hefur komið á Netflix í langan tíma ég get ekki beðið þetta alveg ógeðslega þetta byggir á hvaða bók aftur sko, kjarnin The Devil's Star sem ég held að sé 5. bók þetta sé 5. bókin en það líka tekið úr Rauðbristingi og Nemesis þetta svona þeir þá búin að eyðileggja fyrir sér sko 2 bækur sko það mjög skytið, ég held nefnilega einmitt að þetta þeir væri að gera þetta svona svo þið getur tekið eina bók í einu og haldið bara áfram seri 1, seri 2, seri 3 þeir virðast hafa græður hugmyndir en þeir taka allavega svona lítil nuggets en samt alveg svona fundamental atriði úr Rauðbristingi að það svo geta það tekið snjómannin sko. þá er þetta KO fyrir allt annað sko. já, nema sko hvað varst þú búin að lesa aftur? Snjómannin? Ég er búin að lesa Snjómannin sem heitir Snjókarlinn sko já, ég meina það sko. Nei, að í fyrstu bókunum þetta held ég að byrja í 3. bók sem Rauðbristingur, þá fá að kynnast þarna sko krípinu honum Tom eitthvað sem að í löggunni og alltaf bara erkióvinur Harry Hole og spiltur og það tekur sko Harry Hole 3 bækur að ná í skotti á þessum gæja og það gerist í The Devil's Star sko wow. og hann svo, það sem svo geggjað þess að þetta svona eins og þetta svona eins og reunion hjá Exit og og Berit ég tók þetta í einmitt af því Hole já þeir leika alltaf bara í Exit sko gæinn sem að leikur Harry Hole einn af Exit-gæðunum já og svo mentur morðingin annar, Adam er það Berit það? Nei, það aðal vondi síðlausasti gæinn í Exit hann Adam sem að var alltaf já, Adam sem alltaf berja kona sinna já, og konan hans hún leikur lögreglustjóra eru þið öll þarna? Geðvikt og Berit, hann alltaf leik líka í Exit já. Hann leik hann að gæðan sem fór til Spánar og var gerður fítn eitthvað var eitthvað sjómaður og Berit sem sagt sko fóringin, yfirmaður Harrys sko þetta alveg hvað, nú er bara alveg svo Íslandi bara sömu 5 leikar í öllu maður gæti líka haldið það sko en svo alltaf best af öllu hann ég var mjög hrættur við ég búin að lesa allar þessar bækur og svona þetta með svona einhverja hugmynd sinn Harry Hole sko þannig að ég hafi svolítið áhyggjur hvernig þetta kæmi út en þessi gaur úr Exit gerir þetta ógeðslega vel það tók mig 3 þætti að fatta elskan mér fannst það rápar í Exit já, algjörlega en allir að standa sig ógeðslega vel en samt það eiginlega sko hann Joel Kinnaman sem að hann eiginlega bara toppar alla hann leikur Tom Monda hann var þarna í Snappakass og leika hann ekki Dredd ég verð að sjá mynd af þessum manni sko og Silent Night sko Joel Kinnaman, hann í þessu? já, hann vondi þú veist að þessi gæði leikur náttúrulega í Suicide Squad já, þetta er náttúrulega stærsta nafnið hann er hann ekki sænskur líka For All Mankind jú, hann er sænskur Swedish American actor hann er alveg að rokka illmennið fyrir allan penningin þetta er geðvikið ekki alveg geðvikir en þeir eru ógeðslega góðir en akkur segir ekki Harry Hole nei, það var að segja Harry Hole ég hef búin að útskýrta Harry Hole en þetta er alveg geggjað svona sko ég byrjar aftur ég búið með Rauðbristing og Devil's Star og að vera búið með Nemesis eftir að ég horfa á þættina sko. já, að lesa, að hlusta nú að hlusta, ég las það síðast sko. og ég hataði þennan vonda Tom svo mikið þegar ég var að lesa bækurnar ég var geðbilaður á maður að dempa sér það er næst þessa bækur að ég ánefnilega hnífur og ég á afturgangan sem eitthvað John Esper bækur Harry Hole þá ertu komin sko lengra ég held þessi 11 bækur og hann hefur aðeins hún hefur verið að fatast flug já, ég hef verið að heyra það gegnum vinkun okkar Kollu já, og mér fannst sko fyrstu 2 bækurnar ekkert, það eru fínar sko en ég held þessi ekki til að 3. bókin er svo fyrsta sem kemur út í íslensku og þar næra þér bara hún geggjuð, svo kemur Nemesis
og Devilstar og svo man ég ekki hvað gerist þetta okay. en Snjómaðurinn svo var stand out alveg bara svo góð og þeim tókst að gera svona viðbjóðslega vondamynd 2017 já, við tölum ekki hana Heyrðu, já sérðu sólina, sérðu veðrið já sérðu þetta, það komið vor sko. Það gleður mér náttúrulega sérstaklega að það er svona lítur út fyrir að Harry Húli hafi bara fengið lettaran minn lánaðan í þessu já, hann er bara í fataskáfnum Tóti, talaðu það, ég fór á hana markað í Istanbul fór í svona leður jakka markað keypti mér ekki leðurjakka, hvað finnst þér það? Bara synd og skömm þú ert bara að kaupa fyrir mig 2-3 og svo er Harry Húli náttúrulega alveg ofboðslega veikur alkohólisti og ég hef nú ekki sagt á hér, ég hef oft sagt að lýsingarnar á alkohólismannum og blackoutum ég hef aldrei lesið neitt sem að lýsir þessum meinum ógeðslega vel þetta er svona bara já, svolítið erfitt að segja með blackoutu þegar maður náttúrulega man ekki mikið en þegar ég las blackout kafla hjá Harry Húli og sé bara þetta er bara nákvæmlega svo blackout á þess að maður kannski sé mjög á staðnum þegar maður er í blackouti já, ég maður Atli Steinn á Morgunblaðinu hann tók eitthvað viðtalið til Jón Espa hann mjög minna þú veist þetta er náttúrulega mjög lifað maður Jón Espa þetta er, ég held að ég held að sé svolítið svona þú veist, þið þrír til dæmis þú, Atli Steinn, hann svipað dýpur gamli blaðamenn, skilju en svo hefur hann brillar líka með barnabókum Dr. Proctor Jón Espa Dr. Proctor og Prumpudustið eða eitthvað okay. og hann skrifar held ég örugglega handritið að þessum þáttum og svo eiginlega má ekki sleppa að minnast á að Nick Cave og hann myndasugur Warren Ellis þeir sjá tónlistina Warren Ellis og Nick Cave og semja ekki alltaf en þetta er bara allt þetta geggjað tónlistin ógeðslega og lögin styrla vel valin þetta er alveg ég get ekki beðið, þú ert búin að algjörlega selja mér þetta ég hef náttúrulega alltaf hort á þetta en nú er ég ennþá spenntari já, það er líka bara gaman fyrir þig að finna loksins eitthvað sem að heldur á Netflix já, einmitt ég býð samt spenntur það eina sem að þetta er að fá alveg fáránlega góða dóma en það eina sem að gagnrýnendur geta svona sammælst að nýju þættir hafa kannski verið full mikið og það hefði verið þetta aðeins classic þetta truflaði mig ekki en samt bara skrýtaðir að vera að sækja sér morð og hluti úr öðrum bókum í kring en alveg geggjað heyrðu, 57 mínútur já erum við ekki bara bestir? Jó, bara aðeins að klára verðum raunverulega í næstu viku ekki? Jú, er það ekki? Erum við ekki komin bara back on track? We're back Nei, það eru Sinfóníu hljómsveitinni með bíótónleika í Eldborg 9., 10. og 11. apríl og það er E.T. og ég er svona alveg, ég veit ekki hvort ég þori þetta er sennilega maður væri alveg heiðalegur þá er þetta sennilega bara besta soundtrack John Williams toppar Star Wars Jú, þú er því alveg ekki Nei, því að svo Gussi var eitthvað að forvitast E.T. daginn en ég þurfti að sína honum eitthvað útskýra sína Gussa hvernig síminans E.T. var búin til plötuspilar og reglíf og eitthvað dóti og þá voru eitthvað hraðspóli gegn og þá lentum við þegar þeir taka flugi á hjólunum og lagið heitir Flying og ég eiga þetta á vínlýsi frá ég var krakki ég fór bara að grenja alveg, ég bara fór bara að gráta og ég bara, vil ég vera í Eldborg og vera svo bara farin að háskæla bara Þú getur hort á myndina og þau spila þetta fyrir það á saman tíma ekki Þetta er þannig ég sá ég held ég að fara á Lord of the Rings fyrstu á svona tónleikum bara hljómsveitinni bara fyrir fram að þau bara fyrir fram á tjaldið og bara spilar í syngi þetta er urlað en ég held að þetta geti verið of emotional fyrir mig Alltaf að leiða sér að gráta Alltaf að leiða sér að gráta Ég er alltaf að því en svona helst ekki alveg kannski fullum sala fólki Herðu, þetta fínt svo bara kom áskorun til okkar á toppfólk að við færum að gera þáttum James Bond Já Ég er búin að skrifa þetta hjá okkur Já, við þurfum að gera þetta Ég meina, þú veist það er líka alltaf gott fyrir okkur þegar svona slys gerast eins og síðust tverjugur eiga kannski eitt svona þáttinni sem við getum bara að droppa eitthvað svona timeless classic Eitthvað timeless classic Það væri nefnilega
rosalega gott Já, ekki það að við sem eitthvað frá undirbyggja það að geta verið með meiri forföll sko. en þetta fór svona en við erum búin að redda þessu But we're so back the boys are back in town Heyrðu, Crime 101 sem þú sást í bíó daginn Já Þú glemtir ekki alveg sem Nick Nolte í henni Hann í henni Eldgamall, helvíti flott Sagði ég það ekki? Það getur verið Ég minna ég hef sagt þér það verið, Þú ert mjög hrifin Ertu búin að sjá hana? Já, ég er búin að sjá hana Hún átti sína spretti Ég er náttúrulega svo mikill Mark Ruffalo maður sko. Og en fallega statrið fannst mér að vera í endanum þegar hann brunaði úr bílageimslu á Ford Mustang eins og Steve McQueen í búli Það náði mig best sko. En það var góða punktur í að það er réttið með Barry Cogan Barry Cogan hann verður að fara að passa sig sko, ef hann ætlar ekki að festast í að vera svona þögg og hann var að tala um það daginn að það er eitthvað að fara að hafa áhrif á hann það er verið að bulli hann svo mikið já, það segja hans í svo ljótur já, segja hans í ljótur og vondur og illgjant þetta að taka á internetu þannig ég held sko, ég myndi bara við höfum mikla áhuga á hann hann verður ég veit ekki hvernig framtíð verður hann kursin sko já, ég veit ekki hvernig hann ætlar að bara höndla þetta þetta er leðilegt, þetta er ömulegt en við erum samt jákvæðir, brattir og voru komið kærlustendur, það verður ekki meiri snjóri Reykjavík, ég lofa ykkur því ef það er að snjóa akkurat þegar ég er að segja þetta the joke's on me Já, og bara áður en þið fara að fagna mikið þá er þetta svo samúsað að Trump er ekki aftur endurkjörinn og og það gekk svo sannarlega ekki eftir og það var einhverju fleiri spátum var þú kannst ekki spá fyrir úrslitin í handboltanum Ísland-Danmark en göttið segir mér að þetta sé að koma þetta sé rétt hjá mér það er líka að ég fann að þeir fór út og vinna á hann það voru overklættur sko mér var bara heitt strax út á bílastæði sko þú sér bara núna hérna úti sko það er bara sól, klukkan er sko 6, hún er slett 6 og það er sól thank god sko herru, kæri hlustundur, takk fyrir ykkur farið í toppfólk að þið hafi ekki gert það áður og bara lifi vel og njótið takk fyrir bílundina, þolinmæðin og skilningin og gleðilega páska já, einmitt